Þáttum áfram í 2 sviga. Byrjum á að reyna að fá út x í öðru, hér og hér. Gerum þá x sinnum x sem mun gefa okkur x í öðru. Næst að skoða margfeldin fyrir 25. 1 sinnum 25 og 5 sinnum 5. Nú komum hérna 2 margfeldi. En ef við tökum nú margfeldi bara í burtu og setjum plús og mínus og leikum okkur aðeins með þetta, á hvaða mögulega hátt gæti ég fengið 10? Annaðhvort með því að nota þessar 2 tölur eða þessar 2 tölur. Og við sjáum einfaldasta leiðin til að fá 10 er að nota 5 og 5. 5 og 5. En þá þurfum við að velja formerkin. Og hvernig getum við fengið mínus 10 með 5 og 5? Já, mínus 5 og mínus 5 verður mínus 10. Mínus 5 er mínus 10. Og út frá því vitum við að við erum að gera rétt. En eins og oft hefur komið fram áður, að þá getið þið sannað ykkur. Og við vitum núna, allavega ég, að þetta er rétt svar, að þá getið þið verið þess fullviss með því að reikna aftur út úr svigunum. X í öðru mínus 5x mínus 5x og mínus 5 sinnum mínus 5 er 25 í plús. Svona. Einföldum með því að taka miðjuna saman. Á þennan hátt og berum saman við það sem vorum að vinna með í upphafi. Og þetta er nákvæmlega sama. Þannig að þið getur verið handviss um það að þið voru að gera rétt.